Íbúar Reykjanesbæjar hafa kvartað undan reyk og lyktarmengun frá kísilveri United Silicon í Helguvík undanfarnar vikur og nú búið að setja upp mælistöð inn í byggðinni hérna í Heiðarhverfi. Sá mælir mun mæla magn kolmónoxíðs í andrúmsloftinu en það ásamt svifögnum og ýmsum lífrænum efnum eru hættulegustu efnin í reyk. Annars búist við að brennisteinstvíoxíð, köfnunarefnisoxíð og svifryk verði helstu mengunarefnin frá vinnslu kísilmálms í Helguvík og magn þess í andrúmslofti mælt á 3 mælistöðvum í 1–2 km radíus frá verksmiðjunni. Ein mælistöðin í Helguvík, önnur í Leiru nálægt golfvellinum og svo þriðja í Hesthúsabyggðinni við Mánagrund. Já, við erum alltaf fyrst og fremst að mæla gastegundir eða lofttegundir. Við erum að mæla hérna brennisteinsoxíð sem svona kannski helsta losunarefni frá kísilmálmvinnslu. Síðan erum við að mæla hérna köfnunarefnisoxíð, köfnunarefnisdíoxíð, mónoxíð og svo kallað NOx sem samtala af þessum 3 efnum. Síðan mælum við svifryk í þessu tæki. Mælum bæði svifryk sem undir 10 mikrón og líka undir 2,5 mikrón. Öll þessi efni hafa ákveðin hámarksgildi samkvæmt reglugerð, þannig að það þarf að fylgjast með þeim og þetta símæling. Mælingi fer fram á nokkra sekúndna fresti og svo tekið saman 10 mínútna meðaltal sem birtist á vefnum. Nú, hér erum við með ryksöfnunarmæli. Ryksöfnunarmælirinn, hann dregur í gegnum sig loft 500 lítra á mínútu og gengur samfellt í 6 daga, þannig að þetta er það, man ekki hversu margir, nokkur tugir rúmmetra sem fara í gegnum filterinn og þau safnast í filter sem settur hérna inn og hann síðan tekinn úr og skiptum hann á 6 daga fresti. Eftir 1 mánuð þá söfnum við þessum filterum saman, 4 eftir hvern mánuð og þeir eru sendir í efnagreiningu. Þetta greinum við þungmálma, brennistein og svokölluð pH-efni sem sem sagt lífræn efni sem myndast við bruna á kolefni. Svo erum við náttúrulega með mæla hérna á þaki gámsins. Við erum með veðurmæli sem mælir vindstefnu, vindhraða, raka, hitastig og við erum með regnsöfnunarbúnað líka. Tekin voru sýni úr jarðvegi, gróðri og ferskvatni árið 2015, rúmlega ári áður en verksmiðja United Silicon tók til starfa. Þau verða svo borin saman við nýrri sýni til að meta áhrif starfseminnar á umhverfið. Samkvæmt vöktunaráætlun sem það plagg sem við leggjum til grundvallar, því sem við erum að gera hér, á að taka sýni af jarðvegi og gróðri og ferskvatni. Haustið 2015 voru tekin sýni, það var mjög viðamikil söfnun á sýnum úr jarðvegi og gróðri sem var gerð á Náttúrufræðistofu Suðvesturlands og þessi sýni hafa allir verið efnagreind og í þessu greindir þungmálmar, brennisteinn og þessi svokölluðu pH-efni. Ferskvatnssýnin eru tekin úr 2 tjörnum sem eru hérna norðan við Helguvík og þau eru tekin 3 ári. Þessi sýnataka, til dæmis á jarðvegi, hún verður endurtekin síðan seinna eftir að verksmiðjan fer í gang á næsta ári og þá hægt að gera samanburð á ástandinu fyrir og eftir og það er mjög mikilvægt. Bakgrunnsmælingarnar eru stór hluti af því sem við erum að gera. Við erum búin að vera að mæla hérna bæði lofttegundir og taka sýni af lofti, af ryki og náttúrulega jarðvegi og gróðri og ferskvatni. Þetta er búið að fara fram í cirka ár og þetta er grundvöllurinn fyrir mati á áhrifum verksmiðjunnar á umhverfið. Nú slapp óhreinsaður reykur frá kísilverinu á dögunum. Eru efnin í honum einhver þeirra sem þið eru að mæla hér? Ekki svo við vitum, við mældum í raun og veru enga hækkun á gildum, ekkert sem við getum svona tengt við gangsetningu verksmiðjunnar. Þessi efni sem í venjulegu brunalofti frá brennslu á timbri eins og var þarna að ræða, þau mælast ekki sem gastegundir, ekki sem brennisteinn eða köfnunarefnisoxíð, væntanlega.
Hins vegar eru ýmis svifefni þarna sem hugsanlega gætu mælst í ryki. Og þess vegna munum við, af því við höfum verið að safna ryki allan þennan tíma, þá munum við flýta því að efnagreina þessi sýni, ryksýni sem við höfum verið að taka síðan 13. nóvember þegar verksmiðjan var gangsett. Þau voru sent í greiningu strax áramót, þannig að við getum þá fengið niðurstöður úr því hvort það hafi eitthvað mælst þar.